Bæta nemendur við bekk í Google Classroom nokkrar leiðir. Velkomin aftur. Í dag ætlum við að skoða hvernig við bætum nemendur við bekk í Google Classroom. Það eru til nokkrar mismunandi leiðir til þess og í þessu myndbandi ætlum við að fara yfir nokkrar þeirra. Bæði hvernig við skráum þá sjálf og hvernig nemendur geta gengið í bekkinn sjálfur með sérstökum kóða. Þetta er lykilatriði í því að koma kennslu í gang og með því að velja hentugustu leiðina fyrir ykkar nemendahóp sparið ykkur tíma og fyrirhöfn. Leið 1. Skrá nemendur handvirkt. Fyrsta aðferðin er svo að kennari bæti sjálfur nemendum í bekkinn. Þetta er mjög hentugt ef þið viljið hafa fulla stjórn á hverjir eru í bekknum, sérstaklega með yngri nemendur sem eiga erfitt með að skrá sig sjálfur. Skref 1. Opnið bekkinn sem þið viljið vinna í. Skref 2. Smellið á flipan People efst. Skref 3. Undir Students smellið þið á táknið með manni og plús. Skref 4. Hér sláið þið netföng nemenda, eitt eða fleiri í einu, smellið á Invite. Dæmi í 7. bekk, þar sem nemendur eru að byrja að nota Google-kerfið, getur verið betra að bæta þeim sjálfa í bekkina. Sérstaklega ef ekki allir eru vanir tölvupóstum og lykilorðum. Eftir að nemendur hafa verið boðnir í bekkinn, sjá þeir boðið næst þegar þeir skrá sig inn í Google Classroom og þurfa að samþykkja. Leið 2. Nemendur ganga sjálfur í bekk með kóða. Önnur leiðin sem er mjög vinsæl í efri bekkjum er að leyfa nemendum að skrá sig sjálfa með bekkjakóða. Skref 1. Farið í bekkinn og skoðið forsíðuna Steam. Skref 2. Til vinstri sjáið þið Classcode. Þetta er sérstakur kóði fyrir bekkinn. Skref 3. Til að birta kóðan stóran smellið á ferningslaga merkið við hliðina á kóðanum. Skref 4. Síðan er hægt að skrifa kóðan á töfluna í kennslustund, senda hann með tölvupósti, setja hann inn á Mentor eða annan upplýsingavef. Einnig er hægt fyrir nemendur að ganga í bekkinn með því að smella á plús efst í hægra horninu á nemendaaðganginum, velja Join Class, slá inn kóðann sem kennarinn gaf þeim og þá eru þeir komnir inn í bekkinn. Dæmi. Í 10. bekk með sjálfstæða nemendur er mjög þægilegt að nota þessa aðferð. Þetta sparar kennaranum tíma og nemendur geta gengið í bekkinn jafnóðum. Hagnýt ráð. Ef nemandi gleymist er alltaf hægt að bæta honum við síðar. Ef nemandi skiptir bekk getur hann verið fjarlægður og færður yfir í nýjan. Best er að samræma hvernig þetta er gert innan árgangs svo nemendur upplifi skýra og einfalda ferla. Þetta voru helstu leiðirnar til að bæta nemendur við í Google Classroom. Í næsta myndbandi ætlum við að skoða hvernig við getum sérsniðið útlit og stillingar í bekknum. Þar með talið hvernig við veljum myndir, breytum leturgerð og stjórnum hver má birta færslu í Stream. Takk fyrir að fylgjast með og mundu að þú getur prófað allar þessar aðferðir í eigin bekk, fundið hvað hentar þér best.